Fjármálaeftirlitið hefur fengið til afnota gagnagrunn sem sýnir vensl og tengslanet manna og fyrirtækja á Íslandi. Hönnuður forritsins vill gera það aðgengilegt almenningi til að auka gagnsæi í íslensku viðskiptalífi. Forrit sem vinnur úr opinberum gögnum úr íslensku viðskiptalífi hefur verið tekið í notkun hjá Fjármálaeftirlitinu. Það sýnir á myndrænan hátt krosstengsl en til þessa hefur verið skortur á gagnsæi sem hefur verið talinn einn helsti ókosturinn í íslensku viðskiptalífi og ef til vill stuðlað á sinn hátt að hruninu. Hönnuðurinn vill gjarnan að almenningur fái aðgang að kerfinu. Jón Jósef hefur í mörg ár unnið að forritaþróun fyrir skattayfirvöld og fjármálastofnanir, meðal annars í 7 ár fyrir Mastercard í Evrópu við hönnun forrits sem rakti kortamisnotkun. Nýja forritið sem hann er að kynna núna var þróað að beiðni lögreglu í upphafi en sýnir á myndrænan hátt tengsl manna og fyrirtækja í atvinnulífinu. Í kerfinu má meðal annars sjá fyrirtækja umsvif einstakleika eins og hér þar sem rakin er aðkoma Finns Ingólfssonar að viðskiptalífinu, sem er talsverð eins og sjá má miðað við hann eyddi lungan úr sínum starfsferli í stjórnmálavafstri. Það má einnig rekja sögu fyrirtæki eins og Existu hér og sjá hvaða dótturfyrirtæki spretta út frá því og hvaða einstaklingar koma við sögu sem stjórnarmenn, prókúruhafar, endurskoðendur og framkvæmdastjórar. Og sláandi myndi fást úr kerfinu þegar að tengdur saman nöfntæki aðal eins og hér þar sem að Jón Ásgeir Jóhannesson er öðrum megin og Þorsteinn M. Jónsson sem kendur við kók hinum megin. Og á milli þeirra er gríðarlega flókið og stórt net þar sem hagsmunir þeirra liggja saman í fyrirtækjum í íslensku viðskiptalífi. En þarna er þetta að draga upp mynd af hreinlega orsökum hrunsins. Það er allavega hægt að teikna upp á grafískan hátt hvernig fólk tengist. Jón Jósef vill gjarnan gera þetta aðgengilegt almenningi en það telur hann að skortur á gagnsæi hafi að hluta til komið okkur í kreppuna. Ég hef mikinn áhuga á því en til þess þarf persónuvernd að skoða hvað má birta þannig að þetta stangist ekki á við lög.